Ég þarf að taka með mér buff og gallan til að keppa í og síðan upphitunarpeysa til að hita upp. Það ríkir mikil gleði hér á Sauðárkróki enda var verið að setja 17. unglingalandsmót Ungmennafélags Íslands. Hér eru nærri 1600 keppendur og ætlum við ekki reikna með að sé svona 4 sem fylgi hverjum og einum þáttakanda. Mótið í 3 daga og ég að fara að keppa í 5 keppnisgreinum sem eru hástökk, langstökk, 60 og 600 og boðhlaup. Góðan daginn og velkomin á unglingalandsmótið. Hérna ég með blað og fyrir bara unglingalandsmótið og þetta með bæði kort af tjaldsvæðinu og Hægt var að velja 17 keppnisgreinar og gátu einstaklingar til dæmis skráð sig í flokkaíþróttir án þess að tilheyra ákveðnu liði, heldur raðaði mótshaldarinn þeim saman í lið. Sko, flestir eru nú með einhverja ákveðna íþróttagrein sem þeir eru að æfa allt árið kring. En ég legg mig líka svolítið fram við að spyrja krakkana hvernig þeir eru að upplifa mótið og hvort það sé að mæta væntingum þeirra og svona. Og þau segja mér þetta, það er svo gaman við fórum að prófa fleiri greinar og ég hitti einn í gær sem aldrei farið í glímu, aldrei sko. Og hann sagði ég fór í glímu og maðurinn sem var að stjórna glímunni, hann var svo almennilegur, hann bara sagði mér hvað ég ætti að gera. Og ég hefði örugglega aldrei prófað þetta nema bara hér. Hvernig gekk þeir í glímunni? Ekki vel. Ég datt strax. Ég ekki að æfa glímu eða neitt. Ég var bara, pabbi sagði mér ekki 5 skall fyrir að keppa, þannig ég keppti. Tókstu áskorun? Já, ég tók áskorun. Þannig að þú þurftir ekki að vinna? Nei, ég hefði fengið 20 skall eða unnið. En þú veist, þetta var bara gaman. Hvernig, hefur einhvern tímann æft? Nei, ég hef bara verið í þessu skólanum, íþróttinni. Gekk vel þar en ekki hérna. Var þetta sterkur andstæðingur? Já, svolítið. Mjög sterk. En værirðu til í að æfa glímu? Ég væri alveg til í að byrja að æfa. Þetta er örugglega mjög skemmtilegt íþrótt. Allavega skemmtilegt í skólanum og hérna. Það er engin svona hallæris stimpill á glímu, er það? Nei, mér finnst það allavega ekki. Mér finnst það bara, þetta er alveg eins og allar íþróttir. Þannig. En hver er þín íþróttagrein helst? Motocross. Þannig, ég er að fara að keppa í því á morgun. Það er bara gaman. Hlakkar til? Já, mjög. Bang, bang into the room.
motocrossinu, var þetta erfitt? Já. En þú varst í glímunni í gær. Já. Þetta svolítið önnur glíma. Já, þetta önnur glíma. Það tekur allt öðruvísi á líkamann og miklu erfiðara líka. Hvernig tekur þetta á? Hendurnar og maður þarf að halda jafnvægi og beygurnar. Þetta bara allir líkamann. Og þarf maður ekki að vera ansi einbeittur líka? Jú, maður þarf að finna réttu línurnar og ef maður finnur þær ekki þá verður maður bara dottinn á hausinn. En þetta alveg rosalegt álag á kroppinu, ekki, að vera í svona þessu sporti? Jú, þetta tekur bara, þú veist, á bara allan líkamann. Það bara, þú veist, það að vera svo góð formi og... Og ertu búin að æfa þetta lengi? Ég held að það sé 4 ár núna. Hvað varstu gömul þegar þú byrjaði? 11 að vera 12. Og af hverju? Ég veit ekki, ég sá bleikan krossara í fréttablaðinu og var bara til það síðan. Og var það að láta eftir þér? Já. Og eru þá foreldræðinni með þér eitthvað í kringum þetta? Já, pabbi er að keppa sjálfur og litlasystkini mín eru byrjuð núna. Ertu búin að vera lengi? 6 ár ég byrjaði þá. Ég er búin að vera að keppa í 2 ár. Þetta er annað árið mitt. En þið hafið alveg í þess að stráka? Stundum. Ekki alltaf. Ég heyrði áðan að það er sagt að eitt svona mótó taki jafn mikið á eins og spila heilan fótboltaleik. Haldið að það sé rétt? Ég get alveg trúið því, sko. Þetta er svona 20 sem erfiðara heldur en fótbolti. Miklu erfiðara. Það sem fólki finnst einn helsti kostur við staðsetningu unglingalandsmóts hér á Sauðárkróki er að tjaldsvæðið er bara rétt fyrir ofan íþróttavöllin upp á svokölluðum nöfum. Að kíkja hérna inn í tjaldið. Góða kvöldi. Hefur verið að hella í sig kakó og kræsingum. Hvað segir þetta tjaldið nú svolítið komið til ára sinna, er það ekki? Vel notað? Já, ég held það. Ég held að það sé dálítið mikið og vel notað. Þetta er ekki fyrsta landsmóti sem þetta hefur verið tjaldað. Alveg örugglega ekki. Þessu tjaldi skulum við hafa þetta rétt. En hvernig er stemmingin hjá UMSE? Hún er góð. Pínu kalt en við bara kakóðum ekki að bjarga okkur. Eru þið með stóran hóp? Þetta séum 60 keppendur og eitthvað slatti af foreldrum líka. Og er verið að gera bara klárt fyrir kvöldvökunna? Já, við erum að fá í okkur ylinn. Krakkarnir eru á kvöldvökunni í stóra tjaldinu og við þurfum að fá í okkur ill með kakóinu. Þeim er ekki kalt, það er engin hætt á því. Sáttur við þetta? Já, mjög sáttur. Inn á IBA-svæðið og hér eru þið klæddar í ægilega flottar fjólbláa treyjur. Maður sjá hvað stendur aftan á þeim? Dilla Dong Dong, hvað er það? Bara eitthvað. En þið eru semst ekkert endilega að heita það sem þið heiti í raunveruleikanum, hann aftan á bakinu á okkur, eða? Nei, ekki alveg. En í hverju eru þið að keppa? Fótbolta. Og voru bara að fá treyjurna núna? Já, við vorum með aðrar. Það var misskilningur, sko. Í hverju fólst það? Það var eitthvað... Nei, það kom ekki rétt tíma og þeir náðu ekki að senda þær í gær. Þannig að við fengum aðra. Hvernig voru þær á litin sem þið spiluð í dag? Rauðar. Það er alltaf alveg vonlaus litur, er það ekki? Ekki þegar maður veit að maður er að fá fjólubláður í pósti. Og má ég aðeins, eru þið til í að snúa ykkur alla fyrir mér svona, bara að sjá hvað þið heiti? Og þetta er sem sagt liðið sem ætlar að spila á morgun. Má vera númer 0, Magga Mix? Já, það var þannig. Já, það má alltaf unglingalandsmóti. Já.
Ég var bara að hita upp svona fyrst og síðan fór ég að keppa í 60 metrum. Og það gekk bara vel. Ég lenti í A-úrslitum og síðan vorum við bara eitthvað að dúlla okkur þangað til koma langstökkinu. Og þar lenti ég í öðru sæti og ég fór bara upp á pall einhvern tímann og síðan fór ég í 600. Það gekk svona bara vel, sko. Lendi í fyrsta sæti þá. Og unglingalandsmótsmeistari 2014 á tímanum 2:06:01, Sara Ragnheiður Kristjánsdóttir, ÖFA. Nú ert að sjá enn einn landsmótsmeistarann sem þú ert að þjálfa á palli í fyrsta sæti. Hvernig tilfinning er þetta? Þetta er bara eins og með að vera að keppa sjálfur í rauninni. Maður fær svona svipaða tilfinningu þegar maður sér krakkana vera að keppa og þegar þau gengur vel, sko. Já. Maður lifir sér ágætlega inn í þetta. Og þú ert alveg með þetta alltaf hreinu, hvernig þeim gekk síðast og maður þarf að vera með svo mikla heildarsýn yfir þetta, ekki? Já, ég er nú ekki rosalega góður í tölunstand, sko. Ég verð að viðurkenna það. Það er svolítið mislægt eftir greinum, sko, en nei, ég verð nú að viðurkenna það, ég er ekkert alltof góður í því. Nei, en þú veist alveg hvernig þeim gengur vel og hvernig þeim gengur ekki. Já, og svo spyr maður þau náttúrulega líka, sko. Já. En þegar þau eru mjög mörg, sko, að keppa, þá man maður ekki alltaf tölur, sko. En maður man oftar frekar kannski í hvað sæti þau voru og svoleiðis. Nú er Sara bara nýbyrja að æfa og er að vinna þetta núna. Á hún framtíðina fyrir sér? Nei, já sjálfsögðu, hún er gríðarlega efnileg, sko. Bæði í stökkum og hlaupum og svo gaman að sjá 800, 600 núna, sko. Svo er hástökku eftir á morgun og svo er hún í langstökkinu á hann og þannig að þetta er oft annað. Þegar þau eru góð í einu þá það er bæði náttúrulega keppnisskapið og svona sem að nýtist þeim í öllum greinum og svona sem kemur inn í þetta. Það er þetta blessaða keppnisskap, það er eiginlega alveg nauðsynlegt að hafa þannig. Já, og gera alltaf betur í keppni, sko, heldur en á æfingum. Og það er þau vita að þau eiga eitthvað inni, sko. Stilla svona, spennustigið, sko. Það verður ekki á hátt en maður þarf að vera samt hæfilega stressaður til þess að ná út sínu besta, sko. Þú hefur verið á nokkrum landsmótunum hingað til, eða hvað? Já, ég er búinn að vera öllum landsmótum frá 1978. Þá varst þú bara mjög ungur og varst að keppa eða hvað? Já, þá var ég að keppa í skipti, já. Með UMSB á Akranesi. Já, síðan er ég búinn að keppa mjög mörgum mótum og svo náttúrulega bara því þjálfari núna síðustu ár, sko. En unglingalandsmótin, ertu búinn að vera þeim öllum? Já, öllu nema tveimur. Hvað kom til að varst ekki á þessum tveimur? Ég var bara erlendis. Þannig að ég náði því ekki, en já, ég reyna alltaf að stilla inn á þetta, að ná þessu. Þetta er alveg frábært líka að vera með þetta verslunarhelgina. Hefur þið séð einhverja þróun í þessu sem þú ert ánægð með? Bara vaxandi áhugi fyrir þessu, sko. Alveg bara, bara snilld að vera með þetta þessa helgi, sko, finnst mér. Þannig að valkost að geta komið hérna og keppt í öllum þessum greinum sem er í boði og mætt með familíuna. Þú ert komin á landsmót ertu með mörg börn með þér? Það er svona, fer eftir ýmsu. Ég er með svona 3-4 stráka sem er að keppa í körfubolta og knattspyrnu. Átt þú eitthvað að þeim sjálfur? Já, einn af þeim. Já. Og á hvað aldri eru þeir? 15 ára. Hvernig finnst þér þetta hafa tekist til hérna? Alveg ofsalega vel, sérstaklega vel skipulagt og gengur alveg ofsalega vel. Ég hef farið á mörg íþróttamót í gegnum tíðin og þetta er alveg til fyrirmyndar hérna á Króknum.
Ég sé að þú ert með sko nestisboxi með þér. Það þarf ýmislegt að hafa tilbúið á kantinum fyrir þessa 15 ára, ekki? Drykki, samlokur, banana, bara nefndu það. Þeir borða endalaust. Já, það þarf að fóðra það á milli leikja. Þetta er nefnilega mikið hlutverk sem foreldrar hafa. Já. Þetta gerist ekki nema foreldrar fylgi börnunum með og taki þátt í þessu. Er verið að flýta sér eitthvað? Já, það er verið að fara að elda ofan í keppnisliðið. Já, það þarf alveg marga mömmur í það. Það er FIFA-leikur á eftir, sko. Það er sko fótbolti, körfubolti og FIFA, þannig að það eru stuttar stundir á milli til að borða. Og þá er eins gott að þið séu tilbúnar. Eru þið með þetta í kælibóksum eða hvað? Já, og svo er farið bara að dæla í búðina. En þetta er alveg full vinna, er það ekki, að vera mamma á kantinu? Jú, alveg full. Meir en það. Hvaðan eru þið? Ég bý á Fáskrúsfirði. Ég bý við Djúpavog. Þetta er löng leið að fara. Já, það er þess virði. Og svo voru þær roknar í burtu, enda með mikið á sinni könnu. En í Árskóla iðaði lífið á tölvuskjánum þar sem keppt var í tölvuleikjum í fyrsta sinn og þar vantaði ekki áhugan. I will never be a soccer superstar, but I'm pretty good on my PlayStation. Ladies lose their mind and then they lose their thoughts when I bust a move on my PlayStation. Da 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 da. When I bust a move on my PlayStation. Da 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 da. When I bust a move on my PlayStation. I wanna scream from my heart and soul. On my PlayStation. Það er í fyrsta sinn keppt í tölvuleikjum á unglingalandsmóti hér á Sauðárkróki og hér á annarri hæðinni í Árskóla er hreinlega fullt af strákum sem að ýmist að keppa eða bíða eftir að koma af stað. Þú ert búinn að keppa og hvernig fór hjá þér? Ég vann 3 leiki af 4. Já. Við unnum 2 leikina því að það kom ekki hitlið þannig. Sko þú segir við, segðu mér hvernig þetta fer fram? Já, maður keppir sko 2 saman á móti einhverjum öðrum 2 í liði. Og þetta eru FIFA, er það ekki? Já, FIFA 14. Og fær maður að velja liðið sitt eða hvernig er það? Já, maður velur bara eitthvað lið, landslið eða félags. Og hvað valdir þú? Brasilía, með vinum mínum. Og hver er mótherinn, hvað var hann, á móti hverjum voruð að spila? Bara einhverjum liðum sko, 4 liðum. Hvernig, nú ertu ekki bara að keppa í tölvuleikjum, í hverju ertu að keppa hérna núna? Ég er að keppa í fótbolta og stramblaki, eða ég er ekki lengur að keppa í stramblaki af því að ég meiddist. Og hvað fer maður þá að gera? Getur maður að fara í eitthvað, stafsendingu eða eitthvað. Ég skráði mig í það fyrir mótið líka. Eða bara að fylgjast með vinum sínum að keppa. En hvað finnst þér þetta að vera að keppa í tölvuleikjum? Það er gaman af því að ég elska að spila tölvuleiki. Gera það eiginlega allan daginn bara. Þú ert nú greinilega einn það, því að það er alveg bara fullt út úr dyrum hérna. Já. En ég sé að þetta er eiginlega bara strákar. Hvar eru stelpurnar? Það spila greinilega bara ekki svona mikið í tölvunni. Hefur þið séð einhverju stelpu? Nei, ekki neina að keppa. En geta þær ekki verið góðar í þessu eins og strákar? Jú, það vilja spila tölvuleiki, eins og systir mín. Hún spila tölvuleiki. Og hvað er hún? Hún er bara einhvers staðar að keppa núna. Hún spila bara ekki í FIFA, hún spila bara í öðru leiki. En þú sem stekkur úr þessu og ferð bara að gera eitthvað annað líka á landsmótinu? Þjálfa vini mína af því að ég er meiddur. Það er bara. En svo bara svo spennandi að horfa á þetta. Þetta er svo rosalega flott grafík. Já, það eru eiginlega allir vini mína að keppa núna. Ég er bara að fylgjast með öllum. Við ætlum að kíkja á þetta. Já. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þess.
love. Nobody just grab somebody. No leaving this party with nobody to love. Nobody. Nú virðist vera bara algjör sprengja í aðsókn í þessa grein. Hvað eru mörg lið að keppa? 69 lið skráð til leiks var það ekki? 69 lið, 69 eða 70 bættist eitt við í gærkvöldi. Það er mikil aukning bara frá síðasta landsmót, er það ekki? Það er næri helmingur. Og hvers vegna? Hvers vegna þessi aukning? Þetta er svo skemmtilegt. Bara, þú veist, er þetta bara almennt? Það eru konið strandblagvelli bara á alla staði og það er bara allir að spila strandblag. Svo í Kjarnaskógi og flotti velli þar og bara út allt land. Þannig að nú er þetta orðið víðar, en hvað segirðu með kynjaskiptingu? Er bæði strákar og stelpur í þessu? Já, það eru sem sagt, þetta er aldursflokkaskipt og svo stelpur og strákar. Og hvað er þetta yngstu að gamlir sem eru að taka þátt í þessu hér? Núna 13. Og þá er elstu væntanlega 18? Já, 18. Glæsilegt, þannig að blakið á framtíð fyrir sér? Já, við erum Spútnik grein á þessu móti held ég. Ég held að þessi allir átti sig á því að þetta er bara, þú veist, öllum voða gaman. Þú koma hérna hlaupandi úr 800 metra hlaupi eða fótbolta eða körfubolta og bara ætla ekki að missa strandblagleiknum. Varst þú að keppa í sundi? Já. Hvernig gekk? Vel. Hvað var þetta langt sem þú þurftir að synda? Var það yfir alla laugina eða? Nei, ég fór bara upp úr þarna. Fórstu og stakkstu þig? Nei, núna. Hvað segirðu? Núna. Já, en varst að synda alveg yfir? Já. Já. Og var það ekkert erfitt? Nei. Ertu bara, af hverju kanntu að synda? Hver kenndi þér að synda? Systir mín. Er hún dugleg? Já. Hvað heitir hún? Aræ. Og er hún að keppa í sundi? Já. Ætlar þú að keppa aftur í sundi? Já. Einhvern tímann seinna? Morgun ætla ég að fara að keppa í hlaupi. Í hlaupi? Þetta keppi í svona mörgum greinum? Hvenær áttu afmæli? Manstu það? En þú ert 3 ára? Áttu einhver fleiri systkini? Darra. Er hann líka í sundinu? Já. Var hann líka áðan að keppa? Þegar ég var lítill þá var hann að keppa. Já, þegar Darri var lítill? Nei, ég. Þegar þú varst lítill, var hann þá að keppa? Já, nú ert þú náttúrulega svo stór og 3. Það ekki? Bráðum þegar ég var 4 ára. Já. Þeir eru flottur sundmaður. Ætlar að fara að æfa sund alveg rosalega mikið. Já. Gangið vel. Nú verið að keppa í siglingum í fyrsta sinn á unglingalandsmóti. Hvernig hefur það gengið? Það bara gengið mjög vel. Fáum fína byr og gott veður. Og allir með bara bros á vör og sól í hjarta, það er bara þannig. Hefðum svo sem vilja sjá fleiri þátttakendur en þetta er bara, þetta er bara vaxandi grein og við sjáum bara að það gerast fljótlega vonandi. Það er farin hérna ákveðin braut sem er siglt og það er siglt á tíma og það er mismunandi eftir því hvaða bátmenn er á að seglstærðum. Það er svona búið til ákveðið forgjöf svona eins og í golfinu, það er bara þannig. Og síðan er bara reiknað út sigurvegari og aðeins að fylgjast með þannig að við síðan að fylgja reglunum hérna og hérna eftir bara hver er fyrstur í mark sko, mismunandi lengd á brautum eftir aðeins segltýpum. Hvernig var þér að ganga? Ágætlega. Hvernig, á hvaða tíma varstu? 19 mínútum. Er það ásættanlegt fyrst þér? Já. Allt undir 20 er það gott? Já, mjög. Hvað er skemmtilegast við að sigla svona? Bara allt. Segðu mér hvað þetta allt er. Vindurinn. Við kveðjum unglingalandsmótið að sinni en seinni þátturinn verður sýndur 5. 21. ágúst hér á N4. Í sumri og sól og Sauðárkróki
stór. Aldrei næði, engin í ró.